Þegar Tinna Stefánsdóttir á Akureyri var 8 ára gömul þá greindist hún með mígreni. Mígrenið hefur haft mikil áhrif á hana og fjölskyldu hennar. Tinna, 8 ára með mígreni, það getur nú ekki hafa verið gott mál. Nei, en samt að vissu leyti sko að fá að vita hvað var að var svolítið gott fannst mér og veglega mömmu líka. Ég kem hérna 8 ára gömul til hennar og segi henni að segja eitthvað mikið að mér. Ég var reyndar svolítið dramatist barn, datt á leikvelli til dæmis 3 ára gömul og handleggsbraut mig, en það fattaðist ekki fyrir sunnudegi því ég grét jafn mikið yfir því eins og ef einhver strákur sagði að ég verið ljót eða eitthvað. Þannig að ég er svo sem átti til að gera svolítið mikið úr hlutunum og ábygglega enn þann dag í dag á svolítið til að gera það. Og hérna ég kem og segi við henni að mér er svo rosalega illt báðum megin í höfðinu og það var eitthvað sem ég hafði ekki upplifað áður og mamma fer þá að pæla því það er svo mikil saga um mígreni í fjölskyldinu, þetta er náttúrulega rosalega ekkengt. Og við förum svo kjölfæri til læknis, til minns heimilislæknis hans Kristins Eyjólfssonar, alveg okkar uppáhaldsmaður í fjöldamörg ár og þarna við fyrir að halda dagbók og pæla þessi í þessu og hvað gæti verið að tryggja þetta og þarna var maður kannski að fá 2-3 köst á ári og yfirleitt tengt því bara ég svaf ekki nóg eða borðaði ekki nóg eða mikið stress og álag og ef ég borðaði banana eða lakkrís þá var ég ekki í góðum málum. Góð saga því einhvern tíu fekk ég mjög slemmt kast og við svo mömmu farið til búið að kaupa lakkrís fyrir mig og mamma segir, ég er ekki farið að gefa þér lakkrís. Ég sagði alltaf að nýta kastið. Við var kosom við komum með höfuðverkinn, þannig að mér finnst lakkrís mjög góður og þá ætlaði ég sko að nýta það að ég gæti að fengja að borða lakkrísinn minn. Þannig að ég var strax mjög lausna með því að nýta það sem var að mér. Já. En svo bara líður tíminn og ég var alltaf lægir. Ég reyndar fekk eftirminnilega eitt mjög slæmt kast á Reykjum, þegar vorum á Reykjum og lendi svo því að fá líka flensu og gat bara við 1,5 dag þar og þetta var heim, búin að hlaka til sem að var í Núlbekk að fara á Reyki. Þannig að þetta hafði þannig séð svolítið áhrif á mig og líka í keppnisferðum. Ég keppti mikið í frjálsum og þá var maður að sofa minna og borða óreglulegra og öðruvísi mat og þá var ég gjarnari á því að fá köstin. Þekktur einhverja jafnaldra eða aðra krakka sem voru að glíma við mígreni? Nei, í rauninni ekki og þetta var svo sem ekkert mikið rætt. Ég er ekkert viss að vinkonur mínar þarna hafi vitað að ég var eitthvað með mígreni. Bara eitthvað sem var bara þarna og mér fannst bara eitthvað meira eðlilegt. En þú ert 8 ára, er sagan lengri? Manstu eftir þér bara alltaf með höfuðverk eða hvernig? Ég man afskaplega lítið frá þessu tíma. Ég er með hræðilega ljótt minni og ég grínast að systir mín er með fleiri æskuminningar en ég, mína æskuminningar en ég. Hún er með svo rosalega gott minni. En mamma man alveg eftir mér hvernig höfuðverk alveg lítilli sko. Og svo var maður náttúrulega á 2 dætur í dag og 1 son og þessi yngri er bara að vera 4 ára og hún er fann að kvarta svolítið höfuðverki og þá byrjar maður að stressa sig. Hvernig er hann? Er hann hérna? Eða hvernig lýsir þetta sér? En þú nefndir einmitt að það var báðum megin í höfðinu. Já, og það er náttúrulega bara sá höfuðverki sem flestið kannast við. Náttúrulega mígreni kemur og hjá mér yfirleitt bara hægra megin og í þessu fáu skipti, ég fæ annars lagi kannski annað hvert ára eða eitthvað vinstra megin og það er allt öðruvísi, þá fæ ég áru og fyrsta þannig kasti kemur ekki fyrir í háskólanum. Þá ég er öðru ári í háskólanum líkalega og við sitjum í mat og ég fer að sjá svona blikkandi ljós og eitthvað sem ég vissi alveg ára verið til en ég var ekki með mígreni með áru og ég hélt ég var að fá heilablóðfall. Og náttúrulega dramatíkin hans ráðandi, nýbúin í einhverjum áfanga sem þetta var tekið fyrir og ég segi vinkonum mína og við fyrir svo niður ætlum að biðja einhvern kennara bara að kíkja á mig og hvort ég þyrfti ekki bara að fara upp á spítala. En þá svo bara svona korter eftir þetta byrjar, þá bara hættir þetta svona og ég fekk svona brjálæðislegt mígreniskast vinstra megin og bara var algjörlega slegin út, hún mútti bara keyra mig heim. Og þannig að þau lýsa sér ekki eins hægra vinstra megin hjá mér. Ertu í samskiptum við fleiri, einhverjir hópar eða? Já, þannig systir mín er líka með mígreni, við þekkjum það vel.
En svo ég bara, Facebook eiginlega svolítið gott því að það voru til mígrenisamtök áður fyrr, en þau bara einhvern veginn lögðu upp laupana og svo fyrir nokkrum árum síðan þá fór ég í Facebook-grúpu og undanfarin ár hefur svo mikil breyting orðið á mígrenilyfjum. Þannig maður, og þar inni fær maður svo mikla fræðslu af því að maður hitti taugalæknir sinn kannski 5 ára fresti eða eitthvað og heimilislæknirinn ekki jafn mikið kannski inni í þessu. Þannig maður fær svona kannski bara, já, herra minn læknir prófa þetta lyf, það hentaði eða já, eitthvað þess áttar. Svo fyrir, hvað ætla að segja, 2 ár síðan eitthvað þannig, þá var samþykkt niðurgreiðsla á líftæknilyfi sem búið að vera notað á Norðurlöndunum. Og ég tala við minn taugalækni upp að fá þessi lyf. Vinkonum minn sem bjóði því Svíþjóð benti mér á þetta. Og hann segir mér, já, ég ekki viss og þau eru rosalega dýr og það með þessi líftæknilyf að hver sprauta kostar einhvern 100 skall. Og ég segi, ég vil prófa þetta, ég prófa sækjum því að ég hef búin að tékka á þessu sjálf og ég hakaði í all bóksinni, ég er búin að prófa öll lyf sem hægt að prófa, þunglyndislyf, ég er búin að prófa flogveikislyf, öll verkjalyfin sem maður var settur á þegar maður var krakki, komin með óþol gegn ýmsum lyfjum. Búin að náttúrulega vera í sjúkarþjálfunni og búin að vera í nutti, báin meðferð, búin að prófa allt og náttúrulega passa mataræðið, passa svefnin, náttúrulega eftir að maður átti börn þá kannski var það erfiðara en á ótrúlegan mann sem vaknar alltaf með krökkunum, ég fæ alltaf að sofa ef ég þarf. Og hann prófar að sækja þetta og við fáum samþykkt og ég byrja að sprauta mig á fyrir cirka 2 mánuðum síðan. Og það breytti ótrúlega miklu og nú mikil umræða þessi lyf meira noti á Íslandi í dag og mikil breyting fyrir marga mígrensjúklinga. Því þú ert náttúrulega bara slegin út í langan tíma. Mígreni ekki bara höfuðverkur. Nei, það væri óskandi að væri bara höfuðverkur. En þetta svona yfirtekur svolítið bara hugsunanni á manni, maður ekki árætt með að tala, maður segir vitlaus orð. Ég fæ svolítið lömunareinkenni í andlitið oft og tunguna. Og svo bara þegar ég verst að þá svo mikil uppköst sem fylgir þessu og maður getur ekki, það erfitt að vera í ljósi og allt þetta sem allir þekkja. Þannig að maður svolítið svona, já, ef maður illt í maganum eða hníðinu eitthvað, þá get ég gert miklu meira, ég læt mig meira að hafa það. En þarna ertu svolítið erfitt með að hitta annað fólk og bara halda upp í samræðum eða sinna starfiðinu, sko. Ég sagði einhvern tímann, ég vildi óska að allir fengju 1 mígreniskast ævina til þess að finna mun á mígreni og höfuðverk. Kannski leiðilegt að segja þetta, en það svolítið þannig. Og svo sko í mömmu fjölskyldu, ég held að sé bara hver systkini mömmu hafi átt 1 barn sem hefur greinst með mígreni. Og strákarnir virðast fara betur út því. Þeir virðast í kringum kynþroskan þá oft fækkar kostunum. Og ég beði rosalega spennt eftir að vera kynþroska því að læknirinn mér var búin að segja mig að ég gæti skána þá. Ó nei, það gerir sannlega ekki hormónunum fullt og ég með mjög hormónatengt mígreni, þannig að ég bara snar versnaði. Já. Og svo var sagt ég mig að oft varum að betri eftir að mig eignast börn og ég í kringum 20, já, eftir fyrsta ári mitt á Háskólanum, eftir klásu síðan mikið álag og svona, þá hitti ég læknirinn minn og hann spyr mig hvort ég sé ekki í sambandi, þá ég búin að vera með þáverandi manni mínum bara síðan ég var 16 ára. Og ég segi, jú, já, þú gæti prófa að eignast barn, þá gætir þú skánað. Og ég er ekki að fara að eignast barn til þess að hugsalega minnka mígreni mitt. Mér fannst það ekki kannski ástæða í miðju háskólanámi og fjölskyldi mín öll hér við fyrir sunnan. Þannig að ég geri það ekki. Svo eignaðist ég barn þegar ég 28 ára gömul og jú, ég var betri, ég var hræðileg fyrstu vikurnar og svo betri á meðgöngunni, fekk bara 2 köst og margar höfðu sagt mig það voru miklu betri líka eftir á, í brjóstakjöfunni og söllu. Nei, 2 dögum eftir fæðingu þá fór þetta bara í sama fari, þannig ég var mjög fegin þá að hafa ekki ákveðið eignast barn til þess að losna við mígreni, ég rúmlega 20. Og svo versnaði þetta inni, alla meðgöngurnar voru svona, ég fekk ekki mörg köst nema bara í byrjun þegar hormóninu voru að koma inn, en var orðið mjög slæm bara fljótlega eftir fæðingu. Þannig nú byrja ég spennt eftir að komast á breytingaskeiðið. Því það hefur oft þau áhrif að það minnkar heilmikið. Já, þekkirðu til þess? Já, það alveg þekkt að og langt algengast að það fækkar köstum, að þá
minni sveiflur á hormónum í líkamanum. Já. En finnurðu svo mikið létti þú ert komin út úr kasti, að þá einhvern veginn, þá allt svo ofboðslega gott. Verður ekki ósjálfrátt bara pínu manísk í gleði? Jú, sérstaklega þegar ég fyrir svona vítarhinga, svo fæ maður einn dag sem góður. Já. Og vakna kannski höfuðverkjalaus og þá maður bara, yes, nú sigra ég heiminn í dag. Ég get gert þess, ég get farið í bónus og ryksugað og skúrað og unnið og veistu, manni finnst maður svolítið bara geta gert allt. Já. Og svo vakna maður næsta bara anskotin. Ég gera mikið í gær. En maður þarf bara að nýta góða dagann og ég, já, þetta kennir manni helling, ég alveg á því, sko. Já. Þú talar þessi líftæknilyf en þú ert að fara í sérstaka aðgerð líka, það ekki? Á að reyna að setja botox í þig? Jú, nú verð ég rosalega ungleg og fín. Það sem sagt, ég sá það á þessari Facebook-síðu, það sem ég hef lært ýmislegt að taugalæknir farin að sprauta sem sagt botoxi í hnakkafestur og oft líka í enni af því að maður sem sagt maður notar enni mikið, ég finn það oft á kvöldinu, ég er mjög slæm að ég næ ekki slaka á andlitinu og þannig að ég býst því að fá allavega hnakkafestunar og líklega enni líka. Ég spurði nú, það var eitt sem benti mér á það að þetta ekki læknir á Akureyri sem að gera þetta, að Ágúst Birgisson lítalhæn sem kemur hann sprautar náttúrulega botox en ég fór til þess að spurða hann það og hann sagði mig að hann sprautaði bara í enni, ekki hnakka. En horfði á mig og sagði, já, ég sé nú samt að þú hefði náttúrulega alveg gott að því að fá í enni, því þú notar greinlega enni mjög mikið. Já. Og ég horfði alveg á hann bara, hvað hann segja sér eitthvað gömulega. Og svo fyrir hann að hlæja, ég sagði ekki að segja þurfi, sko, þetta er alveg fín. Þannig að en já, þannig að núna ætlum ég á tíma núna í byrjun mars, þá fer ég suður og ætla að prófa þetta og sjá hvort að það létta þess á samt öllu hinu sem ég að gera. Já. Einmitt. Og þú átt líka sögu sem að breytti lífiðinu þetta alltaf mikið sem við ætlum að fara í á eftir þegar þú fékkst æxli í putta. Já. Við förum í það eftir smá stund og tökum okkur smá hlé á meðan. Þegar Tinna Stefánsdóttir, sjúkraþjálfari, var 35 ára og hafði þá starfað sem sjúkraþjálfari í 10-11 ár, þá greindist hún með góðkynja æxli í einum putta. Það breytti líf hennar. Já, það má segja það. Ég fyrir að finna fyrir verkjum í fingri. Ég var í ræktinu og var að taka klín og finna að það gerist eitthvað í fingrinum og ég bara hárkaði af mér og svo var ég farin að finna, ég var í fæðingarorlofi þannig að ég var ekkert að vinna við bekkinn en ég fann ég var að lyfta börnunum upp og þetta tók alltaf í og oft ég var að keyra eða skipta gír eða eitthvað svoleiðis og þetta var farið aðeins að hafa mér en ég læt tjekka og svo við fáum röntgen og það sýndi ekki neitt og ég bara, þetta bara eitthvað aumingjaskapur í mér og ég fer svo að vinna þarna bara í febrúar, mars 2018 og þá fer þetta að vera svolítið vont því þá ég alltaf að nota hendina til þess að nutta og ég var svolítið færi því að nutta bara svona en allir hálsmeðferðir þá þarf maður að nota þetta vísifingur á hægri hendi það maður nota þann fingur og ég var farin að veigra mér við ýmsum meðferðum og mér fannst þetta svo leiðilegt að mér fannst ég ekki verið að gefa nógu góð meðferð mér fannst ég ekki nógu góð fyrir minn skjólstæðing og svo líður á veturinn og ég var farin að fá verki frá olnbó og öxl og mitt mígrenskastinn farin að aukast af því ég var farin að beita mér svo vitlaust og ég fer svo haustið og hitti heimilislækni og við erum eitthvað að ræða þetta og ég segi okkur grunnar hreinlega væri bara komið kannski bara pínu gigt það gigt að sagði í fjölskyldun og hann segi ég ætla að fá segulómun áðan að við sprautum og ég var til í það og við förum hana til Tenerife haustið og ég á svo bara segulómun daginn eftir að koma heim og út á Tenerife erum við einhver rússibana einhver á í vatnsleikigarði og þetta einhver kleinurhringur maður þarf að halda sér í og við erum ég er að fara afturbak niður einhver brekku og þá finn ég að gerist eitthvað í fingrinum líka og ég var búin að vera slæm en þetta vestnaði þetta og ég sem fínt, ég er farið myndunlega ekki heim þannig að ég kem bara við komum heim helgi og ég fyrir bara myndatöku á mánudagsmorgni og var svo bara full bóku í vinnu eftir það og ég fer í myndtökuna og
og svo bara að labba tilbaka þá við kalla við viljum fá því röntgen líka og ég sem við akkur röntgen því að segulómun sýnir allt. Ég bara já, ok, ég fer í röntgenina og svo leiðin tilbaka til þess að borga og þá kemur hann hlaupandi eftir með myndgreiningarlæknir bara, heyrðu, þú ert að fara slys og þú ert brotin. Og þá, það er puttabrot og það er eitthvað góðkynja æxli líklega. Og ég sem með mér, fyrst að ég hugsa það var bara, ok, það er búið að vera ástæð fyrir þessum verkjum. Þetta var ekki bara einhver vitleysi í mér. Og var pínu fegin bara, ok, þetta er bara brot, það grær. Og það átti að gera það. Ég var í gifs í 6 vikur og náttúrulega þetta afbáði allir í vinnunni og búin að vera 2 fæðingarorlofum, ég náði að vinna í 3 mánuði á milli fæðingarorlofa því að ég get eiginlega ekkert unnið, ég þarf að liggja eiginlega mest allar meðgöngun og taða samdráttum og fyrirbyrja fæðingum. Þannig að ég bara, er eigandi að sjúkraþjálfarstofu, búin að ná að vinna rosa lítið síðan að hún opnaði bara út af þessu og komið massíf samviskubit gagnvart mínum meðeigendum og mínum kúnum en þau náttúrulega voru æðisleg meðeigandi mínir og alltaf til ég að peppa mann og aldrei neitt vesen og ég bara á þeim svo mikið að þakka. Og ég fer svo í myndatöku eftir 6 vikur og þau sjá bara að það er ekkert að gróa og líklega beini bara svo skemmt eftir æxlið. Þannig það er ákveðið að gera aðgerð og taka í burtu æxlið og leyfa þá beininu bara að gróa. Þá bara tek ég burt allt þetta var í öllu beininu. Og það er bara skorið og skilið eftir bara pínu beinskurn og ég átti svo bara að fara með hægt. Og ég er þekktur hrakfallabálkur, þannig að það var, ég held að það hafi verið veðmáli í gangi hvenær ég myndi brjóta mig, ekki hvort. En mér tókst þetta og ég kemst í gegnum þetta. Og svo þetta er í febrúar, í maí veikist stelpa mín mjög alvarlega af sjúkdómi sem heitir Guillain-Barré og lamast upp á brjóstum, þannig þá kom ekki álag og maður var að halda á henni og svona og þá fór ég að versna aftur. Og við fer þá í kjölfarið í nýja myndatöku og ég var líka bara svona litið búin á því, mér fannst þetta ganga hægt, puttin var ekkert að virka, náttúrulega bara mikið álag út af veikindum hennar og hinn börnin mín náttúrulega, við vorum bæði fyrir sunnan með hann og spítala lengi og svo bara mikil endurhæfing og hún er þannig 2 ára, við erum með 2 önnur börn sem eru þá 4 ára og 10 ára. Hún er elsta stelpa mín náttúrulega á hana með fyrirhundamannum mínum og hans kona náttúrulega bara tóku hana og alveg bara sáu alfar hana, bara yndislegt fólk og tengdamamma og pabbi og þau með strákinn. Þannig að ég kem tilbaka svona pínu bara niðurbrotin. Eftir þetta, puttin ekki að virka og ég sá ekki fyrir mér, ég geti farið að vinna alveg strax, ég var ekki tilbúin í það og fer svona, þetta er ólíkt mér. Þannig var ég bara einhvern veginn, mér fannst bara, ég var svona pínu að gefast upp á öll. Bara mér leið ekki vel, mígreni komið fullt aftur út af álagi og ég hafði farið í líka legnám svolítið áður út af ég með svo slæma endometriós og verkirni þar voru að koma aftur, þetta var ekki með bara allt og ég fyrir til læknis og eiginlega brotna niður og biðum að fá nýja myndatöku, segulómun og bara fá smá hjálp og þarna fer ég að vinna í minni andlegu heilsu og bara, ok, hvað get ég gert? Og það hjálpaði heilmikið og fór líka að geta hreyft með þess aftur, byrja bara að ganga og hlaupa og svona og ég fer svo í myndatöku og þá kemur í ljós að það var bara engin gróandi. Beinið hafði ekki gróið neitt frá því að ég fór í aðgerðina, þannig að það var bara þetta holrúm inni og það er ákveðið að ég færi nýja aðgerð þar sem ég tekið bein úr framhandleggnum og sett inn í puttan. Og svo fannst mér það svo asnalegt að vera vælið einu putta. Mér fannst það alveg hræðilegt. Fannst ég svo mikil bara aumingi í rauninni. En þetta var nú svona hvert? Já, einhvern veginn. Þarna var svolítið margt sem var búið að spila inn í þetta og ég svo bara býði það að líða ár frá aðgerð og svo náttúrulega kom COVID og við vitum allt það og ég átti lokuð tíma í byrjun maí í aðgerð fyrir sunnan og mikið stress í það var allt í lockdowni þarna, enga valkvæðar aðgerðir nema deginum áður þá er því aflétt og ég fæ bara aðgerð minn dag, ég bjóst engum veginn við því og fyrir aðgerð og hún gekk bara alveg ágætlega og hann var bara sáttur. En ég hef ekki fengið fingur til þess að virka, ég er alltaf með verk í honum og ég get ekki nota í neitt, hann er lítið kraftur í honum og ég get ekki tekið neitt álag á hann. Og þarna hausti þá, hugsa mér bara, ég get ekki gert mínu samstarfsfólk geta lengur að vera alltaf frá og ég
ekki líka bara mér, ég var alltaf með samviskubit, ég hefði alveg getað kannski farið og unnið eitthvað smá en alltaf með verki og ekki getað verið jafn góð og mér fannst ég ætti að vera. En ég tek bara þessa ákvörðun og það mitt þegar moment að hætta og bara selja minn hluta í stofunni og hætta í mínu starfi. En til þess að komast að þessari stóru og miklu niðurstöðu, hvað var það sem gerði að verkum að þú gast tekið þessa ákvörðun? Ég var bara búin að held ég vinna svolítið vel í sjálfri mér. Ég var bara búin að orðin svolítið frekar sátt með þetta. Ég hugsa með mig hvað það versta sem getur gerst? Ekki neitt. Ég get gert helling annað. Ég hef þekkinguna og ég hef reynsluna. Þannig að ég Mér heyrist þú hafa verið að nota þessa lausnamiðuðu nálgun. Þú leitaðir að lausnunum. Já, hvað ég geti nýtt þekkingu mín í ýmislegt annað. Já. Svo ég bara fór ég bara tók svolítið tíma bara að ég vinna í sjálfri mér, var í 40% vinnu á heilsugæslunni í svona stoðkerfsmóttöku sem ég finnst alveg rosalega gaman og í nánasta samstarfi þá við lækna hjúkrunarfræðinga og svona teymisvinnu sem er alveg frábært. Svo fór ég, heyri ég í einum gömlum kollega og hann heyrir í mig hvort ég sé til í að taka þátt í verkefni með þessum fjarmeðferð fyrir sjúkraþjálfara. Og sérstaklega núna á svona COVID-tímum vantaði svona íslenskt æfingaforrit og sem að getur þá fólk getur þá nýtt sér að geta æft heima en undir leiðsögn sjúkraþjálfara. Og það þróast þannig að ég orðin framkvæmdastjóri þar og ég kenni líka alltaf hjá Keili, er yfirkennari í einkaþjálfarnáminu þar og finnst það rosalega gaman, búin að gera það síðan 2009 og fóru alveg út úr skilinu, vinkonum mín mikið hlegið, ég var svo rosalega feimin sem barn og unglingur að ég skulle verið farin að kenna hvað þá komið í eitthvað viðtal en mér finnst rosalega gaman að gefa af mér og svo fór ég að starfa fyrir Kraft líka sem hefur aldrei gert eða ekki fengið þetta æxli í fingurinn og ég stjórna núna Norðankrafti sem þá bara fyrir unga greinda einstaklinga á Akureyri eða sem hafa fengið eða gengið gegnum það að fá krabbamein. Þannig að líf mitt hefur aldeilis breyst og ég sé það að ég get alveg gert fullt öðrum hlutum og ég sé ekki akkurat að vinna í bekkivinnuna sem ég menntaði mig til þess að gera og sá fyrir mér þegar ég ákvað þegar ég var 15 ára gömul að ætla að vera sjúkraþjálfari. En þú ert að fara með þessa miklu reynslu þína inn í þetta starf sem framkvæmdastjóri Norðankrafts. Það sem að stefið hjá þér ekki hugsa það sem þú getur ekki, heldur það sem þú getur. Já, og það bara held ég komin ótrúlega langt í lífinu. Ég hefði alveg getað fest mig í einhverju, og ég ekki að segja allir sem að geta ekki ráði við sína sjúkdóma í einhverju svona meðumkun eða eitthvað þannig, en ég hefði alveg getað fest í því að hreinlega bara ekki fungera. En ég hugsaði með mér, ég ætla að finna mér eitthvað að gera sem skemmtilegt og ég get gefið af mér, að ég sé að það sem ég geri skipta einhvern máli og eins og með kennsluna mér finnst alveg rosalega gaman að kenna og fór líka að kenna þessu upp í háskóla og þar ég að segja frá því sem ég kann og get og veit og miðla því annað og þau geta svo haldið áfram eins og með einkaþjálfarana að mér finnst forvarna vinna sjúkraþjálfarana mjög lítil að því að það bara þannig að við erum að grípa fólk þegar það orðið eitthvað að og ég segi mína einkaþjálfarana þið eruð í forvarnavinnunum fyrir okkur, þið að þjálfa þessi einstaklinga áðan að gerist eitthvað eða þau eru byrjað að finna eitthvað fyrir einhverju smá og ég líka búin að segja það ef ég hefði fengið til mig kúnna frá þeim að þau gerir eitthvað vitlaust þá myndi ég heyra í þeim þetta hafa þekkinguna. Þannig að mín hugsun í samfélaginu í dag að reyna að bæta, reyna að gera alla heilbrigðari og við tökum svona, maður þarf að taka ábyrgð eigin lífi, ég get alveg sest niður bara þá einhver að laga mig, en það gerist ekki, ég þarf að taka ábyrgð á því og huga minni líkamlega og andlega heilsu til þess að mér líði vel og mér líði vel, það líði börnunum mínum vel, þannig það skiptir svo miklu máli. Þarna kannski komstu akkurat inn á það sem að Kraftur og Norðankraftur eru þá í raun og veru að vekja athygli á núna að veikindi, hvort sem það krabbamein eða hverslags veikindi, hefur aldrei bara áhrif á þann sem veikur. Nei, alls ekki. Og ef maður pælir í þetta hefur eins og með krabbamein það 70 ungir sem greinast ári og segjum svo að þeirra nánasta, bara allra nánasta fyrir þann vini og kunningja og allt þetta 10 manns. Það 700 manns ári sem þetta áhrif á. Og ég, eins og segi, þegar mér lesi vest andlega út af öllu
að það hafði auðvitað áhrif og krakkarnir skynja það. Og ég fekk komið inn á áður spurningu fyrir dóttur mínum bara, mamma, allt í lagi? Og þá fór ég að útskýra fyrir henni og við þurfum líka að útskýra fyrir þeim. Og ég sem barn átti með föður sem var mjög flogaveikur og það hefur alveg haft áhrif á mig og áhrif á mína persónu, hvernig ég er. Ég var alltaf á tánum og ef hann var eitthvað lasinn og fór að tjekka hvort hann andaði og allt þetta og var stressuð hann færa stað og geti fengið flóðiskast og mér finnst óþægilegt að sjá hann hann fær svona alveg grandmál stór köst sem betur fyrir mjög lítið í dag en á mótið var ég svo heppin að hann vann svo lítið, hann vann bara hálfan daginn og við fengum að vera með pappa heima all daginn og hann algjör humanisti og mikinn áhuga á okkar lífi og segir okkur alveg sína skoðanir og öllu. Enn og aftur þarna þér að takast alltaf að sjá eitthvað jákvætt í öllum aðstæðum. Það sem að þú vilt predika bara til fólks? Já, algjörlega sérstaklega eins og núna í ástandinu sem í dag í þjóðfélaginu, það er erfitt fyrir alla. Já. Og fyrir mjög mikið við brjóstað mér þegar fólk sérstaklega bara inn á Facebook það sé bara neikvæða. Það eitthvað frá einhverjum fundi og þau standa aðeins og þétt saman eða eitthvað og þá bara strax gilda þessi reglur ekki fyrir þennan og þetta. Af hverju ekki reyna að horfa í hvað, eins og núna með COVID, mér finnst þetta vissuleyti frábært í leið til að maður miklu meira með börnunum sínum. Ég sakna reyndar rosalega mikið ömmu mín og afa sem ég ekki geta hitt mikið, en fjölskylda, mín nánasta fjölskylda rosalega náin, við erum mjög mikið saman af því að það voru ekki íþróttaæfingar, þetta var ekki hann var svo mikið í þessari bara okkar búblu og við höfum rosalega gott af því að samfélagi í dag þannig að við mikið að gera í öllum og þetta hæðir svolítið á. Ég vonandi að þetta hafi bara áhrif á okkur að huga betur að okkur og okkar nánasta umhverfi og eins og segist, reyna frekar að horfa í ákvað hlutina. Ekki alltaf einblína bara, þessir leiðilur, hættu þá bara að hugsa hann, hugsa bara þig, ekki láta einhvern annan eyðileggja fyrir þér daginn. Og það svo auðvelt bara, ákveða bara með þakklætið. Ég láti mína stelpur þess að 12 ára svolítið pæli því í lok hvers dags en á erfitt bara, en hvað þú þakklátt fyrir? Bara 3 hluti. Og þau búin að ræða það og þá bara já, ég hef svo margt þess að vera þakklátt fyrir. Af hverju á ég gleyma mér í þessum 2 hlutum sem mér líður ekki vel með eitthvað þannig. Þetta eru góð lokaorð og við tökum þau með okkur inn í daginn og hvetjum fólk til þess einmitt að þakka fyrir það sem það hefur. Takk fyrir þetta og gangi þér sem best í þínum störfum.